Góðan daginn, Eva María heiti ég og framleiðslustjóri hjá Eimverk Distillery og velkomin í heimsókn til okkar. Eimverk lítið fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir viskí, gin og brennivín úr íslensku byggi. Við byrjum 2009 og vorum þá að pæli af hverju enginn hefði framleitt íslenskt viskí úr íslensku byggi. Og 2011 vorum við búin að komast að við gætum búið til viskí úr íslensku byggi þannig að við stofnuðum fyrirtækið. 2013 keyrum við svo upp verksmiðjuna, setjum hana saman og byrjum framleiðslu. 2014 kemur fyrsta vara á markaðinn sem er Vorgin og við fáum Double Gold í San Francisco 2014 fyrir ginið okkar. Það þýddi að við vorum með topp 10 gin í heimi sem eiginlega það sem hefur aðstoðað okkur að hjálpa okkur mikið af stað. Viskíð eða flóki kemur svo á markað sem ung viskí lok árs 2014 og 2018-19 komum við með 3 ára viskí. Við framleiðum allar okkar vörur úr íslensku byggi sem við ræktum sjálf á jörðin okkar sem við eigum fyrir austan, Bjálmholti í Holtum. Og þar ræktum við líka rabarbarann sem við notum því að við komumst að því að það var ekkert auðvelt að fá íslenskan rabarbara til að vinna úr. Þannig að við ræktum hann sjálf og við ræktum líka kúmen í þeim árum sem það kemur ekki mikill vindur og fellir allt kúmenið okkar. Flókin kemur núna í orðið ansi mörgum tegundum en ef maður fer í viskí framleiðsluna sjálfa þá þetta bygg, vatn, ger og svo eikartunnur í allavega 3 ár. Við erum með standard sem flóki. Hann 3 ára úr amerískri eik og svo erum við með tegund af honum sem eru sér íslenskt hvernig við reykjum byggið. Þá tökum við og reykjum byggið með taði og taðreykjum við byggið. Í stað þess að nota mó eins og gert í Skotlandi þá notum við tað því að það íslenska aðferðin við að reykja eitthvað. Við höfum svolítið miðað okkur við það að framleiða vöru sem var til í hillum eins og viskí, gin og brennivín að gera bara íslensku útgáfuna af því. Við framleiðum allt frá grunni og það allt framleitt hérna inn í verksmiðjunni hjá okkur. Við byrjum á því að mala byggið og mölum það svolítið fínt og á hverju morgni að þá búum við til stóran bygggraut í raun og veru þar sem við erum að brjóta niður sterkjuna í bygginu fyrir gerilinn til að nota. Við gerjum í 72 tíma núna og svo tökum við og tökum fyrstu eimingu og eimingatækin sem eru fyrsta eimingin okkar, þetta eru gamli mjólkutankar sem við endurnýttum. Við erum svo með stóra kopar eimingatæki, stórt kopar eimingatæki sem við notum undir 2. og 3. eimingu. Þannig að allt viskíið okkar 2-eimað og svo ginið og brennivínið 3-eimað. Þegar maður að eima þá ertu með ákveðið hjarta í miðjunni eða miðjuna í keyslunni sem kallast hjarta og það það sem fer á tunnurnar og varan okkar. Það sem kemur á undan eða á eftir geta verið hærri alkóhól sem ekki góð og svo kemur á eftir mikið af olíum sem þá haus og hali. Við tökum hausin og halan og setjum hann í næstu keyslu á eftir. Þannig við nýtum allt sem við framleiðum. Við erum ekki að henda neinu áfengi frá okkur. Þegar hjartað komið í gegnum tækin þá þetta glæruvökvi. Allur litur kemur úr tunnum. Og þá viskíið eða hjarta, þá það sett á tunnurnar okkar. Við höfum valið að nota ameríska eik. En það misjafnt hvernig tunnan og þá gefur tunnan misjafnt bragð. Við erum með standardin okkar, bara venjulegi flókin, hann fer bara í ameríska eik. Og reykta viskíið okkar fer líka í amerísku eikina. Svo erum við með 3 aukategundir þar sem við erum farin að leika okkur með tunnuöldrunina sjálfa. Við skiptum við litlu brugghúsin hérna á Íslandi og þá fá þau tunnu frá okkur og gera þá viskí aldraðan bjór. Svo fáum við tunnuna tilbaka og þá gerum við bjór aldrað viskí. Það kemur mjög skemmtilega út og skjálfti frá Ölfingsholti kemur mjög vel út í viskítunnum
Mér finnst það alveg einstaklega góð bjór. Síðan svona kannski hefðbundnar og það að nota sherrytunnur. Það hefðbundið í hluta af Skotlandi sérstaklega að nota sherrytunnur og við framleiðum líka þá flóka úr sherrytunnum. Síðan erum við auðvitað því að við þurfum alltaf að pröfa allt íslenskt. Þá erum við með birkiöldrun. Þannig að þá þetta búið að vera 3 ára eik og svo setjum við birki með. Íslenska birki gefur meiri vanilju og svolítið sætu inn í viskið og það við fáum mikla eftirtekt í útlöndum á bæði taðreykta viskið og á birkið. Því að það eitthvað sem ekki neins staðar annars staðar. Við vitum eitt annað taðreykt viski, það í Nýja-Sjálandi. Þannig að nú getur fólk farið svona world tour of taðreyktu viski, Ísland, Nýja-Sjáland. En flóki, vörumerkið okkar og merkið okkar vísar í hrafnaflóka. Og við erum með hrafnanans 3, við erum með leiðavísirinn og svo erum við með í rúnum utanum hver vegur að heiman vegurinn heim. Og þá erum við svolítið að vísa í þessa, hversu miklir landkönnuðir víkingarnir voru. Að þeir voru fyrst og fremst landkönnuðir, þeir voru að koma sér fyrir á svæðum og pröfa sig áfram. Ég meina Ísland var óbyggt áður en þeir komingað og þetta var nú ekkert auðvelt að búa hérna. Enda gafst hrafnaflóki upp og fór. Við erum með líka vorið okkar, þar fórum við svolítið aðra leið. Þegar við hönnuðum vorið, þá horfðum við svona á hvað við hefum getað gert á Íslandi 1894. Þá bara settum við það ártal hjá okkur og við bara hvað var í boði af jurtum og öðru á Íslandi á þeim tíma. Og við notum til dæmis ekki sítrus í ginið okkar, heldur notum við rabarbara til að fá sýrjuna í gegn. En til þess að gin megi heita gin, þá þarf að vera einibir sem ríkjandi bragðþáttur. Við erum alltaf eitthvað að leika okkur og prófa okkur áfram. Og svona nýjasta sem við erum að prófa núna að nú erum við farin að rækta rúg líka til að gera rúgviski. Og við erum með eða sjást litlu tunnurnar, þá eru þær fyrir rúginn. Þær eru orðnar rúmlega áskamlar, þannig að það allt að koma. Og síðan höfum við verið að setja brennivínuð okkar líka í tunnur, leika okkur með það. Þannig að við erum svolítið að leika okkur svona með öldrunina í kring og hvað hægt að gera. Við ræktum allt byggið okkar í Holtunum, bara rétt við Hellu, eigum við land og leigjum svo líka akra í Gunnarsholti af landgræðslunni. Þá erum við með svolítið 2 ólíka svona grunna undir byggið. Við erum með gamlar mýrar á landinu okkar og svo sandur þar sem við erum í Gunnarsholti. Og þá þýðir að ef sumarið mjög þurrt að þá gengur betur í Bjálmholti og ef sumarið mjög blautt þá gengur betur í Gunnarsholti að rækta byggið. En þetta búið að vera mikið sem við þurfum að læra og byggræktun hefur ekkert verið fyrir nema síðustu 35 ár cirka á Íslandi sem hefur verið hægt að rækta bygg aftur á Íslandi. Við vitum að það ræktað fyrir 1000 en við vitum líka að eftir 1500 ekki hægt að rækta bygg á Íslandi og öll þekking hverfur. Það í kringum 1850-60 sem danski kóngurinn sendir 2 vísindamenn til að kenna Íslendingum að rækta bygg aftur. Þannig að við erum svolítið að feta ótróðna slóðir í þessu, en íslenska byggi gefur okkur ólíkt bragð. Við fáum miklu meira olíum í gegn, þannig að spýrin verður miklu mýkri og svona bragð meiri. Við fáum mikið bragð af jörð og svona gras í raun og veru sem getur komið svona í gegn. Og svo eru tunnurnar, þær í raun og veru skila svo miklu inn í bragðið. Og maður getur fyllt á 2 tunnur úr sama tanki, þær geta staðið hlið við hlið á brettum í gegnum öll 3 árin og þær eru alveg mjög ólíkar í bragði af því að þær eru úr sitthvoru trénu. Þannig að tunnan hefur rosaleg áhrif á bragðið og öldrunarferillinn sjálfur.
Við höfum verið að sjá hérna heima, við erum að fá hraðari öldrun, heldur en eins og í Skotlandi og það út af því að það engin raki í loftinu á Íslandi. Þannig að tunnurnar eru miklu hraðar eða aldra hraðar. Við geymum þær fyrir austan flestar. Þær tunnur sem sjást hérna í Skotinu eru svona skiptitunnurnar okkar. Þetta eru tunnur sem annaðhvort verið að fara að tæma eða nýbúið að tæma. En flestar tunnurnar okkar eru fyrir austan og við erum komin yfir 450 tunnur. Og við geymum þær orðið í gömlum frystigámum. Bara kaupum við frystigáma sem hæfa ekki lengur til flutnings og þá náum við aðeins að tempra þessar hitasveiflur sem eru svo miklar á Íslandi. Og ein skemmtileg tilraun sem við nú líka að gera að við Hellu eru manngerðir hellar, Caves of Hella, og þeir eru bæði með viskíkynningar og svo eru tunnur í geymslu hjá þeim. Sem verður mjög áhugavert að sjá munin á þeim tunnum og tunnunum sem bara geymdar upp við bíli hjá okkur að því að tunnurnar í hellunum eru allt árið við 4 til 6 gráður og mikinn raki. Á meðan tunnurnar upp í Bjálmholti, þær fá þessar náttúru sveiflur sem eru og ég meina eins og núna erum við að sjá sveiflur kannski upp á 15 gráður, hafa -15 helgina, þú komin upp í 0 gráður núna. Þannig að þetta eru rosalega hraðar oft hitasveiflur hjá okkur. En í staðinn fáum við hraðari öldrun. Við fáum oft spurninguna hvenær 12 ára viskí kemur frá Íslandi og það svolítið sterkt í Íslendingunum að halda 12 ára viskí sé það eina. Margir framleiðendur í Skotlandi, þeirra tími bestur 12 ára. Okkar verður það ekki. Okkar yngra og ég sé fram á að 7 til 8 ára verður okkar besti aldur. Og það bara þannig með bragð af viskí, maður það bara læra inn á sinn spíra og sína tunnur og sína öldrun að gæðin fara eftir tíma. Og þú byrjar bara hérna neðst og ef tímalínan liggur hérna, að þá fara gæðin upp og svo endar bara á ákveðnum punkti og svo hrynja þau niður aftur. Og hvar þessi punktur fer eftir spíranauðinum, tunnunum og öldrunni. Og það þarf bara hvert eimingarhús að finna sinn optimum aldur. Og það ekkert það sama eftir aðstæðum. Þannig að við erum með höldum að það verði 7-8 ára max hjá okkur sem verður gott. Ef við förum upp í 12 ára þá verður þetta bara ofeikað og þetta verður ekkert gott lengur. Þannig að því miður þá geri ég ekki ráð fyrir því að við framleiðum mikið af 12 ára viskí nema til að pröfa það svo fólk geti átta sig á því að það ekki aldurinn endilega sem skiptir máli. Hjá okkur hérna í verksmiðjunni, við erum staðsett í Garðabænum með verksmiðjuna, þá erum við með þessa gestastofu og á flestum dögum koma túristar í túra til okkar. Og við keyrum túrana klukkan 4 á daginn og það svona samningur sem við gerðum við heilbrigðiseftirlitið því að í raun og veru máttu ekki hleypa utanaðkomandi aðila inn í matvælaframleiðslu. En þar sem þetta heimilað í Skotlandi og alls staðar annar staðar að koma inn í verksmiðjurnar að þá fengum við undanþágu meðan við keyrum túra eftir 4 á daginn. Þannig að við keyrum túra eftir að framleiðslu hefur verið lokið. Við höfum verið svolítið númer 2 og 3 á TripAdvisor. Við höfum aldrei komist hærra því að Hallgrímskirkja svo vinsæl. En við erum næst á eftir Hallgrímskirkju að koma í heimsókn fyrir túristana. Og bjóðum upp á þá kemur og fólk fær að kynnast bara framleiðslunni hjá okkur, fær að sjá inn í framleiðsluna hvernig við framleiðum og fær svo smakk af vörunum á eftir. Við seljum okkar vörur aðalega úr landi og það var alltaf planið að vera bara í útflutningi. Duty Free hefur verið stór sölustaður fyrir okkur en samt sem áður þá erum við með mikla sölu erlendis og við sendum mest úr landi og það var alltaf stefnan að vera í útflutningi. Ísland einfaldlega bara með of lítinn markað fyrir svona framleiðslu. Við erum bara fá, en við vissum það alveg þegar við fórum á stað og við erum með stóra markaði í Þýskalandi, Japan og Kína og Bandaríkjunum og Frakklandi. Og svona það sem verður áframhaldandi að við vinnum með okkar dreifingaröðlum í hverju landi og Þýskalandi til dæmis að fá 5 ára sérritunnu, sérpantaða og bara sérmerta fyrir sig sem verður bara í boði á þýska markaðnum. Og Kína að fara inn í svipa, þeir voru að panta sértunnu og þá það
svona sér áfyllingar sem við tökum mikið. Þannig að það sem eru svona næstu skref frá okkur að við höldum áfram að leika okkur með rúginn og rækta hann, því að rúgurinn þarf 2 ár, þú þarft að sá honum árið á undan og þannig að hann fer á stað og svo þarf hann allt sumarið á eftir til þess að vaxa og þannig að hann aðeins meira trikki til að rækta heldur en byggið sem við getum sett niður að vori og verið með uppskýru á hausti. Síðan svona alltaf í sjónlínuna að fara að blanda meira. Við höfum bara verið að setja, það kallast single barrel bottling, það er bara 1 tunna tekin, tæmd og henni pakkað og aftan á öllum flöskum getið þið fundið hvaða tunnu þið fengið. Það hefur rosalega áhuga, þá megið þið hafa samband og við getum sagt ykkur af hvaða akri flaskan kom. En svona framhaldi hjá okkur bara þessi áframhaldandi útflutningur og áframhaldandi þróun á flóka. Framþróun hættir aldrei.